Þetta. Maggi, ekki núna. Ágætu hátíðargestir, gleðilega hátíð og verið velkomin á þjóðhátíðina okkar. Við þökkum lúðrasveitinni fyrir flutninginn, en hvernig væri 17. júní ef ekki væri lúðrasveit? Á COVID-tímum var engin 17. júní nefnd skipuð og þess í stað tóku starfsmenn bæjarins að sér að skipuleggja hátíðina. Það var gert í samræmi við lögreglu og sóttvarnalög. Við viljum minna á að í dag er frítt í sund og er sundlaugin opin til klukkan 6 og eins er frítt í Norska húsið, Eldfjallasafnið og Vatnasafnið til klukkan 5 í dag. Kvenfélagskonur munu vera með sölu og veitingum í tjaldinu hér við hliðina. Að lokinni dagskrá hér í garðinum verður fróðurrennubraut í Hótelbrekkunni. Einnig mun ratleikur hefjast við golfskálann en hann verður í gangi í allt sumar. Mótorhjólaklúbburinn Griðungar ætla að vera sýnilegir á 17. júní og verða með hjólinn til sýnis á planinu milli Skipavíkur og Ásbyrgis. Dagskránni er strengt á vef Stykkishólmsbæjar og vonum við allir eigi eftir að hafa gaman af. Við byrjum á að fá kór Stykkishólmskirkju og þar eftir ætla séra Gunnar Eiríkur Hauksson að flytja ritningarlestur og bæn. Síðan fáum við fjallkonunarsvið og þegar ræðumaður hefur flutt sína ræðu fáum við töframanninn John Thomas ásamt ungum töframönnum úr Hólminum til að sýna okkur töfrabrögð. Við gleðjumst í dag yfir deginum okkar og ætlar Ingo Veðurguð að vera með þjóðhátíðarstemminguna fyrir okkur. Heyrist, jú. Við bjóðum á svið kór Stykkishólmskirkju og þar á eftir kemur séra Gunnar Eiríkur Hauksson. Gjörið svo vel. Passaðu bara að stíga ekki aftur.
Jesú Kristi. Við skulum biðja. Almáttigi Guð sem hefur gefið okkur land þar sem við höfum frelsi til að játa þitt heilaga nafn, tilbiðja þig og þjóna þér og leita ríkis þíns. Við biðjum þig að kenna okkur að meta þessa gjöf, að varðveita hana og ávaxta til eilífra heilla fyrir okkur og niðja okkar. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottin okkar, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Í spádómsbók Jeremía segir: Þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra Guð. Ég mun gefa þeim eitt hjarta og eina breytni svo að þeir sýni lotningu alla tíð, þeim sjálfum til heilla og sonum þeirra eftir þá. Ég geri við þá ævarandi sáttmála að ég snúi mér ekki frá þeim, heldur reynist þeim vel. Ég legg Guðs ótta í hjarta þeirra, svo þeir víki aldrei frá mér. Ég gleðst yfir þeim og reynist þeim vel og gróðurset þá í þessu landi, í trúfesti af heilum hug og öllum mætti. Og Jesús Kristur segir í Jónasar guðspjalli: Ég hef elskað yður eins og Faðirinn hefur elskað mig, verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Þannig hljóðar heilagt orð. Og við skulum biðja. Guð sem lætur þér annt skipulag og reglur sem vernda lífið. Hjálpa okkur á COVID-tímum að fara varlega og fara eftir reglum. Hjálpa þjóðum heims að standa saman gegn þessum vágesti. Þú felur okkur að eiga hlutdeild í ábyrgðinni á allri veröldinni, á hag þjóðarinnar og fullveldi ríkisins. Láta okkur ekki þreytast á því. Gef okkur eindrægni í samskiptum hvert við annað, svo að friður, frelsi og réttlæti megi ríkja meðal okkar. Leið okkur og leið þau sem gegna trúnaðarstörfum í þágu lands og þjóðar, að þau megi öðlast viturt hjarta og stjórna að vilja þínum. Ger okkur þakkláti í velsæld og þolinmóð í þrengingum. Þess biðjum við í nafni Jesú Krist, sem eykur kjark og eflir kraft. Amen. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi okkur, og við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þín vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Náð drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Lalli rekið
Ljóst var að morgni og lifnaði í grein. Frá langri nótt gekk ég mannuð stræti. Við torgið ég sá einn tötra svein. Ég tók upp verð, hann brá að sér fæti. Landhlaupi var hann og lá upp við stein. Hann leit á mig snöggt, ég ber það í minni. Einn geisli braust fram og gullið skein. Gnótt í hans hönd en aska í minni. Það smáa stórt í harmana heim. Höpp og slys bera dular líki. Og aldrei sama sinnið hjá tveim, þótt sama glisi þeir báðir flíki. En mundu þótt veröld sé hjarta hörð, þótt hrokinn sigri og rétturinn víki. Bölið sem aldrei fékk uppreisn á jörð, var auðlegð á vöxtum í guðanna ríki. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, sem dropi breytir veig heillar skálar. Þel getur snúist við atorð eitt, aðgát skal höfð í nærveru sálar. Svo oft leyndist strengur í brjósti sem brast, við biturt andsvar gefið án saka. Hve iðrar margt líf eitt augnakast, sem aldrei verður tekið tilbaka. Ein hreyfing eitt orð, og örskot stund örlaga vora grunn við leggjum. Á óvæntum hverfulum farand fund, við flim og kerskni hjá hlustandi veggjum. Hvað vitum vér menn? Eitt vermandi ljóð, ein veig ber vort líf undir tæmdum dreggjum. Hvað vill sá sem ræður? Voldug og hljóð reis verkmanna sól yfir múrana eggjum. Þá komið að ræðumanni dagsins, bjóðum velkominn Einar Bergmann Daðason. Kæru hólmarar, já og það má nú svo sem bara segja Íslendingar. Gleðilega hátíð og til hamingju með daginn. Það afskaplega gaman að sjá okkur öll hér í dag og það að fá að taka þátt í þessum hátíðarhöldum. Já og bara koma aðeins heim í naflan. Já eins og við aðfluttir hólmarar kjósum að kalla hann á og til, hólminn okkar. 17. júní dagur íslenska lýðveldisins og vil ég koma aðeins inn á það hvað eru mikil forréttindi og hvað við ekki bara sem Íslendingar heldur sem hólmarar getum verið ánægð og stolt af landi og þjóð. Vitaskuld erum við ekki oft og já, við erum nú oft en ekki alltaf sammála þegar kemur á pólitík. En hérna á Íslandi samfélagið orðið þannig að við getum verið nákvæmlega eins og við viljum og gert það sem okkur langar til. Þegar ég heyri fréttir utan úr heimi þar sem geisa stríð, einræði, mótmæli og ofbeldi þá hugsa ég alltaf heim í Hólminn. Hvað það eru mikil forréttindi að fá að alast upp hérna
í litlu bæjarfélagi við Breiðafjörðinn, upplifa breiðfisk sumar með setu, breiðfisku eyjarnar, fjöllin, fjöruna og læra að vinna í bláskelinni hjá honum Símoni Sturlusyni og að fá að vera partur af samfélaginu þar sem mestu hasarnir eru það sem kemur fram á þorrablóti og hvaða flokkur vinni sveitastjórnarkosningarnar og hann Símon minn alltaf fremstur í flokki að kynda undir þær umræður. Til þess að strika undir þetta þá var ég að vinna eitt sumarið í bláskelinni og var ráðinn strákur úr borginni til þess að koma og vinna með mér. Eftir tæpa viku af samstarfi þá sagði hann mér það að það væri hreint ómögulegt að fara út í búð eða bara almannafæri með okkur Símoni þar sem að lítil og auðvelt verkefni eins og það að fara í búðina gæti tekið hálftíma sendiför þar sem að við þekktum alla og lentum á spjalli við mann og annan. En þetta þekkti hann ekki þar sem að hann kemur úr borginni og þá hittur marga í búðinni en þekkir enga en hérna þá hittur fáa en þekkir alla. Árið 2020 hefur verið erfitt fyrir heimsbyggðina og hólmurinn, naflinn, ekkert undanskilinn í þeim málum. Kórónuveiran tók þó nokkuð úr skorðum með erlenda ferðamenn að gera. Grásleppuvertíðin, hún var eins og hún var. Og ekki einu sem látum við byrja á veðurfarinu hérna á Íslandi í vetur. En sólin rígur og sólin hún rís, eins og segir í textanum eftir hann Ómar okkar Ragnarsson og hef ég fulla trú á því að við munum standa vel í lappirnar þegar öllu þessu líkur eins og okkur hólmurum einum lagið. Og vil ég vitna í það sem flestir ungir hólmarar ólust uppi hjá okkar ástkæra fyrrum skólastjóra Hólmsins. Við erum flottust og áfram Snæfell. Farið vel með frelsið og njótið dagsins. Takk fyrir mig. Þökkum Einari Bergmanni fyrir. Næstur á svið töframaðurinn John Thomas. Aðstoðarmenn hans eru Magnús Ingi Sigfússon, Sölvi Freyr Guðmundsson, Þorvarður Hinriksson og Aron. Þarna þetta, ok, lækka, þetta ómikið. Þarna, ég var að velta fyrir mig hvort það var hægt að færa kannski þennan hérna eða þannig að þá gæti kannski fleiri haft svona betri sjón á því sem ég er að fara að gera hérna. Bara svona aðeins til hliðar. Þarna þetta, jú, og það stoppaði bara hérna, þetta er orðið flækja núna, sko. Ok, tekur hérna bara úr sambandi, á meðan, þá græja ég mig bara. Alltaf þarf maður að vera með eitthvað svona smá vesen áður en maður byrjar, það er víst best. Þetta er fínt. Og hvað er gaman að sjá, bara veðrið og bara fólk samankomið að fagna þessu fallega degi. En annars eins og ég var kynntur aðan, þá heiti ég John Thomasson og er töframaður. Fyrsta atriði sem ég ætla að gera er að mér langar að gera eitt atriði með ykkur. Þetta er svona atriði sem að tengir okkur aðeins saman. Það sem að þið verðið svona dálítið partur af atriðinu og svona fattið hvað leikurinn snýst. Eftir það þá komu strákarnir upp og þeir ætla að sýna hvað þeir hafa lært hjá honum Einari Mikael. Hann hefur haldið galdranámskeið hérna á Stykkishólmi og þeir ætla að sýna allavega 2 atriði. En já, förum bara beint í þetta. Þetta hérna er sem sagt fyrsta töfrabragðið sem ég lærði á ævi minni. Og það fyrir ofan í þetta. Höfum þetta svona. Ok. Það kemur svona kafli í atriðinu, ég er að fara að segja ykkur svolítið. Og svo kemur svona smá kafli þar sem að þið eigi að taka smá þátt í því. Og ég læti ykkur bara vita. Við skulum hita okkur upp núna. Ég ætla að sýna ykkur fyrsta töfrabragðið, því að ég er nú einu svona galdrakall. Fyrsta töfrabragðið sem ég gerði á ævi minni. Þegar ég var 13 ára gamall, þá gáfu afa og amma mér galdrakassa í jólagjöf og þau báðu mig að vera með
smá svona sýningu á Gamlás. Og ég man að það komu svona 5 manns í heimsókn og ég sýndi gestunum 1, 2, 3, 4, ég sýndi þeim 5 spil. Ok, það sem ég gerði var það að ég tók 1 af þessu spilum í burtu, smelti puttunum, ótrúlega satt, ég var ennþá með. Ég var með 1, 2, 3, 4 og 5. Þannig að allir sem voru að horfa á mig settu hendiblótti og sagðu ótrúlegt! Ótrúlegt? Ótrúlegt, já, þannig. Ok. Nú er ég búinn að fatta leikinn. Ég segi ykkur og svo þegar ég er búinn að gera eitthvað þá komið þið ótrúlegt. Ótrúlegt, ok, einu sinni enn. Þegar ég var 9 ára gamall, þá gáði afa og mér galdrakassa í jólagjöf og þau sagði, hei, Johnny boy, viltu vera með smá atriði á Gamlás? Og ég man ég var rosa stressaður því að kom alveg 20 manns í heimsókn og ég sýndi gestunum, ég sýndi þeim 1, 2, 3, 4, ég sýndi þeim 5 spil. Og alveg eins og áðan, ég ætla ekki að nota körnum mína út af þessu vindi, alveg eins og áðan, þá tók ég burtu 2 spil, já, alveg rétt, tók ég burtu 2 spil, smelti puttunum, ótrúlega satt. Ég var ennþá með 1, 2, 3, 4 og 5. Þannig að allir sem voru að horfa á mig settu hendiblótti og sagðu, ok, vá, þetta var actually aldrei gott, sko. En ekki nógu gott. Við getum gert betur, sko. Þannig að ég ætla að halda áfram bara með þetta atriði alveg þangað til að við erum bara orðin góð. Þannig að, þið munið, þegar ég fer upp með hendina, bara verðið pínu kjánaleg. Ég meina, hvað er að versta sem getur gerst? Það er að ykkur bara líði pínu vel á eftir á. Hvað sagði ég á hann? Ég var 6 ára gamall, sagði ekki, ég var 6 ára gamall, afa og mamma, þau gáðu mig galdrakassa í jólagjöf og þau báðu mig að vera með smá atriði á Gamlárskvöld. Og ég var rosa stressaður því það kom alveg 100 manns í heimsókn og ég sýndi gestunum 1, 2, 3, 4, ég sýndi þeim hérna 5 spil. Ok, það sem ég gerði var það, ég tók í burtu 1 spil, ekki? Ég tók í burtu 2, 3, 4, ég tók í burtu 5 spil, ég var með 5 spil og ég tók í burtu 6 spil, 7 spil, 8, ég tók í burtu 9 spil, alveg rétt, smelti þá puttunum, ótrúlega satt, ég var ennþá með 1, ég var með 2, 3, 4 og 5, þannig að allir sem voru að horfa á mig settu hendiblótt og sögðu, já, ok, þið megið gefa ykkur gott klapp, þetta var bara alveg þrælfínt. Já, herðu, Sölvi, Þorri, Magnús og Aron, ef þið eru hérna, þá megið endilega koma upp á svið til mín, því að þetta er helviti fínt að venjulega þarf ég að sýna alla sýninguna og svona, en núna eru þeir að hjálpa mér og ég fæ borgar ekki þeir. Þannig að þetta er, og svona, já, ég er mjög stoltur af þessu mómenti. En ok, strákar, færum þetta svona aðeins. Já, svona er þetta. Ok, þið með, gerir svona línu þarna og hneigið ykkur, þá kemur svona hljóð frá þeim. Þið vantar 2 taugur? Já. Ok. Herðu. Já, byrjum með þessu. Vantar 2. Standið í beinni línu. Og ég er eiginlega bara pínu ég verður bara til að sjá þetta líka. Nei, þá kemur feedback. Ok. Einar Mikael, hann kom hingað fyrir einhverju síðan, ég man ekki hvenær, og hann sáði smá frægi í bæjarfélagið og hélt galdranámskeið fyrir börn sem er oftast ótrúlega gaman því að það er eitthvað svona að vera að leika sér með hluti og geta búið til hvað sem er úr þeim er náttúrulega bara í raun og veru töfrar að geta tekið spilastokk og gert það sem maður vill er bara einstakt og hann kenndi þeim hennar tegi töfrabragð það sem sýniði, farið upp með hendina að þú getur sett tegi utan á 2 puta, loka hendinni og svo þegar ég smelli putanum þá ætti hún að hoppa á hina putana. Maður sjá, 3, 2, 1. Vá, þetta var geðveikt. Þetta var ótrúlegt. Og svo eru hérna fólk sem eru bara svona, býtu, þeir eru nú eitthvað að plata okkur. En ég lofa, þeir hafa ekki vitað ennþá og meiri segja, ætlaði að setja tegjuna í fangelsi. Ég þá setið svona á tvisti og loki hvert putta af og tegjan er fyrir innan, þið sjáu það, þær eru lokaðar af hjá öllum strákunum. Já, býðið, maður sjá. Jú, lokuð. Þetta eru flotta löggur.
Þið vitið að þeim hana, ég er búinn að sjátla þetta löggum hérna, þannig að þið greinilega getur fengið starf hjá þeim í framtíðinni, upp með henduna og sýnið, hún kemst ekki neitt, ok, lokið hendinni og svo eins og aðan, 3, 2, 1 og hún komst yfir, auðvitað, vel gert, en, við ætlum að gera eitt núna, núna er komið að einu atriði, seinasta atriðinu hjá þeim sem ég fæ borga fyrir, gjör svo vel, og þú líka, og hérna, da-da-da-da, ef ég kem með töfrasprótum minn, býð, ekki strax, ef ég svona gef þeim svona smá mátt, þá ættu þeir að geta látið þau svífa í smá stund, þannig að maður sjá, virkaði þetta, eru þau svona þyngdarlaus? Já, eru það að sjá þetta. Þetta er ótrúlegt. Strákar, núna með ég bara hneig ykkur og bara, það var frábært. Takk fyrir. Þetta var sko flott hjá þeim. Já. Ég ætla að fara dálítið víða við með töfrana. Ég ætla að gera svona nokkur töfrabröð sem eru fyrir krakkana og önnur fyrir fullorðna og allt þar á milli. Næsta atriði þá vantar mér eitthvað svona strák til þess að hjálpa mér. Einhvern svona, herruðu, ok, tökum fótboltastrákinn hérna. Gefa henni góð klapp. Hvað heitir þú, vinnur? Hvað heitir þú? Óskar. Ok. Óskar, hefur þú einhvern tímann hjálpað töframanni áður? Nei, aldrei. Geggjað. Ertu ekki spenntur? Daldið. Ég verði það líka ef ég verði þú, sko. Ok. Þetta hérna veistu hvað þetta er? Nei. Þetta er svona töfrapoki. Ok. Hugsaðu með einhvern lit. Fjólubláan. Ok. Þú veist það, ljós fjólubláar. Þaðan. Ok. En samt, sko, er hérna ekki neitt, sko. Já, ok. Hugsaðu með einhvern annan lit. Grænan. Ljós græn. Geggjað. Finnst það ekki? Samt er ekkert hérna. Þetta er alveg stórfurðulegt. Og seinasti liturinn er? Fjólblár. Aftur? Nei, ok. Fjólblár. Sem að breytist í rauða. Já. Gefa henni góð klapp. Samt var ekkert í bókanum. Ætlarðu að borða þetta? Ertu alltaf svangur, eða? Já, reyndar. Býta aðeins. Ég nefnilega, mér finnst sko við hæfi að því það nú einu sinni 7. júní. Ertu búinn að tengja? Veistu hvað að fara að gerast? Nei, ok. Þessi 3 litir, hvað á Íslandi með þessa 3 liti? Fáninn. Það er rétt. Ok. Nú ætla ég að kenna ykkur svolítið. Mér finnst þetta dálítið áhugavert. Ég vissi þetta ekkert endilega alveg strax, en þó ég veit það núna, að þá tákna litirnir dálítið flott í fánanum, eins og hvíti. Veistu hvað hvíti táknar? Ský. Hann táknar snjó. Það er eiginlega ský, það er bara svona, það má eftir að verða snjó. Ok. Og blái liturinn táknar, hann táknar vatnið, vá. Þú ert helviti flottur. Og seinasti liturinn, hann táknar blóð. Já, vatn og blóð. Eldgos. Þú bara neldur þetta alveg. Ok. Veiðu hendinni yfir. Og hversu flott væri það ef Óskar myndi bara draga upp íslenska fána? Þú væri bara nýji potterinn hérna á svæðinu. Var það ekki geggjað? Jú. Ertu tilbúin? Við farum með hendurna í. Taktu fánan. Býtu. Óskar. Hvað? Þetta nú ekki fáninn. Maður sjá, þetta eitthvað annað en fáni, sko. Viltu fara í það? Endilega. Vá. Það hinn þarna. Þetta áeiginlega skilja, high five. Bítu. Herru, áður en við höldum áfram, bara gefa henni gott klapp. Þetta var alveg bara geggjað, sko. Bara ótrúlegt. Mér langar eiginlega að gefa honum eitthvað, sko. En ég með svona
eitthvað svona með eldi en það virkar ekki í vindi. Þannig ég fór að hugsa, en ef að ég geði bara pening? Ekki. Viltu víst, segi já. Já, ok, hann vill pening. Eða býttu, var það út af því að er 500 kall ekki nóg eða? Já, það er rétt. Það er rétt. Hvað, ég hefði frekað sko ef ég var þú. Hérna er, ok. Þetta er framhliðin, bakliðin, framhliðin, vinstri, hægri, ekki neitt. En fyrir þig, af því þú ert geggjaður. Þetta er nýja lúkki, sko. Ok. 500 kall er ekki nóg, maður fær ekki nóg mikið fyrir 500 kall í dag, þannig að við breytum honum 1000. Er það betra? Það er betra. Herru, gefa honum gott klapp. Þú mátt bara eiga hann. Nei, það var ekki meira. Það er fín. En herru, Óskar, á eftir þá verð ég að fá nærbuxuna frá þér. Því að það er oftast þannig að þegar þetta gerist, þá hurfar af einhverju konu í. Þannig að það er einhver kona núna hérna, skiljur mig. Og hún vil fá þér aftur. Ok, en þú mátt njóta þess að vera í þeim. Gefa Óskari góð klapp. Vá. Það er nú ekki hverjum degi sem maður fær svona hugrakkan og góðan hjálpamann sem maður bara breytir fánunum okkar í eitthvað allt annað. En herðu, svona er þetta. Herðu, strákar sem maður voru að hjálpa mér á, er einhverjum á svæðinu? Er einhverjum ennþá? Er einhver? Hvar? Já, komið. Þetta næsta atriði hérna. Viltu láta fólk að rannsaka? Þetta eru 3 bönd og 1 hringur. Dreifðu svo á fólkið. Já, láttu bara 1 mann fá, helst eitthvað svona fullorðinn líka. Og þess að það með fánan, hún er svo helviti flott. Og mjög glögg að gá. Ekki láta hann fá allt, dreifðu svo á fólk svona. Já. Og já, leiðu honum annað, hann er mjög áhugasamur. Út af því að það er mjög mikilvægt að áður en ég geri þetta atriði. Þetta er svona atriði sem ég ætla að gera við tónlist. Því að í töfraheiminum þá getur maður rukka meira ef maður gerir atriði við tónlist. Þannig að hérna kemur það. Þannig að þetta er alveg, ég mun tæma bara alla peningana þarna þegar ég fer í bæinn. Nei, ég er að gefa og tilbaka. Ég veit ekki hvernig þetta endar. En allavega, þá hana, býtu, er ég með síma minn. Við ætlum að tengja hann. Bara bam, svona. Flott er, býtu maður, pröfum þetta. Ok. Þetta er svo fallegt. Og má ég núna fara að fá böndin og svona tilbaka? Í fyrsta skipti sem ég kom í sjónvarpinu, þá kom ég í Kastljósinu til hennar Elsu Marie. Ég átti dótabúð á skólavörðustíðinu sem heitir Börn náttúrunnar. Þar byrjaði ég að læra galdra fyrir mörgum árum síðan. Og hún kom einhvern veginn inn í búð og ég var eitthvað að leika við hana. Og hún vildi endilega að ég myndi sýna þetta í sjónvarpinu. Þannig að þetta hérna er eiginlega kannski það töfrabragð sem að eiginlega kom mér á kortið. Þannig að, já. En þið voru búin að rannsaka þetta, teygðist á böndunum. Nei, voru seglar í þeim. Já, nei, eitthvað. Nei, það var ekkert í þessu, ok. Þannig að þetta er svona, já, vá hvað var það allir gott veður. Bíða. Á eftir, þegar ég byrja að gera þetta, þá mun ykkur vilja gera svona, en bara ekki gera það út af því að þetta er svo mörg skipti sem ég myndi vilja gera svona, heldur bara þegar ég er búinn. Þannig að þá er það bara hreinu. Ég klára mitt og svo hneiði ég mig og eitthvað. Ok. Nei, þetta er ekki þetta lag. Þetta var... Hvar er þetta? Kristján, þetta fór eitthvað. Hérna er þetta.
Takk fyrir. Takk fyrir. Já, svona fór nú þetta. Ok, ég er með smá svona út af því að það eru strákarinn sem voru á námskeiðinu og ég er að vonast til þess eins og ég var að tala við þá fyrir sýninguna áðan og þeir voru svona að spurja mig aðeins út í þetta og ég sagði þeim hvernig það var hjá mér í byrjun að þegar ég byrjaði að fá áhuga fyrir þessu þá var ég minnstakosti 2 klukkutíma, stundum 4, 5, 6, 7 klukkutíma bara að æfa mig á hverjum degi. Það er það sem maður þarf einhvern veginn til þess að verða góður. Maður þarf bara að hugsa um þetta og ekkert annað einhvern veginn. Næsta atriði sem ég ætla að gera, þetta er svona atriði sem að mér langar að sýna þeim. Ok, ég útskýrði það bara hérna á. Getið öll farið svona aðeins upp með hendina, bara svona, bara aðeins. Ok, og ég ætla að biðja ykkur að hugsa þetta er bara svona einfalt. Ég ætla að biðja ykkur að hugsa dýr í Afríku. Hugsa dýr í Afríku, komið, var það ljón eða tígrisdýr, þá með fara niður með hendina. Ok, núna ætla ég að biðja ykkur að hugsa lit. Ok, var það rauður eða blár, þá með fara niður með hendina. Og seinasta, þetta er svona, ég er að grísa þetta á hópinn og seinasta ég ætla að biðja ykkur að hugsa verkfæri. Hvað er fyrsta sem kom í hausinn á okkur? Var það hamar eða skrújárn? Skiljið mig? Ok. Herðu, það er hérna strákur með gleraugu. Þetta er kottu hérna. Ok, sko, það sem ég var að gera núna, þið með bara öll fara niður með hendina. Og hvað heitir þið, vinnur? Guðlaugur. Gunnlaugur. Gefið Gunnlaugi góða klapp. Ok. Herðu, já, áður en ég segja áfram, hefur þú einhvern tímann verið að hjálpa galdrakallaður? Nei, aldrei verið svo frægur, en þetta er dagurinn. Hvernig líst þér á þetta? Bara leið þú komst, þá bara komstu með logni með þér. Ætli Ingo og Vegu séu mættur á svæðið það? Mér sýnist það. Já. Það mætti nú samt leggja aðeins meiri metna í veðrið svona aðeins fleiri daga. En við látum þetta sleppa í dag. Ok. Strákar, horfa á þennan mann hérna sem voru með galdrasýninguna áðan. Þetta er maður sem þið myndi ekki vilja fá okkur til að hjálpa ykkur. Því að venjulega erum við að leita að fólki sem að hugsa ljón eða rauðan eða bláan eða hamarinn eða skrúfan. Þetta eru fólki sem við viljum fá til að hjálpa okkur. Ekki hann Gunnlaug. Hann Gunnlaugur, hann er erfiður, sko. Og, ok. En ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir það. Ok, og hvaða dýr hugsaði þú Ég hugsaði fíl. Hann hugsaði fíl. Ok, nice. Og hvaða litur var þetta? Grár, eins og fíl. Grár, ok. Hann hugsaði gráan fíl og grái fílinn var með svona verkfærabelti og hvaða verkfæri var hann með í beltinu? Hann var með sög. Hann var með sög. Já, þetta er kannski smiður. Maður veit ekki. Ok, þessi grái fíll með sög í beltinu, hann kom til mín og ég sýndi honum spil og hann dró eitt spil úr bunkanum og snerið því á hvolf og hvaða spil var það? Það er tígul 9, já. Já. Ok. Tígul 9. Þannig að eitt spil sem snýr á hvolfi í þessu bunka ætti þá að vera tígul 9. Það hlýtur að vera. Það bara kemur ekki annað til greina þarna, sko. Eitt spil sem snýr á hvolfi fyrir þig. Og hvað er það? Það er tígul 9. Gefa honum góða klapp. Finnst þér ekki? Er það... Nei, býtu. Mér eiginlega... Þetta var dálítið flott, sko. Ertu tilbúin? Ok. Ég geymi þetta svona... Þetta er svona spari. Hafið þið einhvern veginn gert svona high five? Og þetta er svona... Þetta var rosa gott. Ég fattaði þetta í COVID-inu, sko, þegar maður mátti ekki snerta fólk. Það er í mig svona á milli. Þetta er bara... Og ekki nóg með það, þetta sé á milli, þannig að það er eitthvað á milli okkar. Heldur þetta líka svona smá, svona, viltu? Er þetta eitthvað stuð? Nei, þetta er ekki stuð, þetta er svona glimmer. Ef við ekki bara láta vaða, bara vel gert. Vei! Gefa henni góð klapp, hann vekkt allt í andlitið, en það var fyrirgefið. Já. Herðu nú mig, það er komið að
Nærbuksunar. Keyptur það sérstaklega fyrir mig. Ó, en sætt. Þannig að þú sem ert úti, ekki með þær, komdu bara bakvið eftir, það er verða hérna. En nú vantar mér einhvern hugrakkan fyrir seinasta atriðið mitt. Þetta hann þarf vel að vera dálítið eldri, sko. Já, með fánan í hárunu, þetta bara fullkomið. Ég að segja ykkur að þetta bara hægt og rólega að fara að verða bara mest legendary sýning ever. Ekki út af mér, heldur út af ykkur. Og þú heitir? Oddfreyr. Oddfreyr. Þetta íslenskt nafn. Alveg bara fyrir allan peningin. Svona eins og Jón. Ef ég myndi heita eitthvað íslensku, þá myndi ég heita Jón. Jón nú uppaflega, með rísten Ok, þú veist. Ok, wow. Alltaf ég að læra eitthvað nýtt. Ég held ég var eitthvað voðalega klár. Herðu. Oddgeir. Oddfreyr. Oddfreyr. Ok, býtu. Freyr eins og Freyja og Oddur eins og Bogi. Ok, Oddfreyr. Nú manni ég þetta. Oddur eins og Bogi. Ok. Þetta hún Elisabeth, Bretlandsdrottning hérna. Ok, og í atriðinu mínu eftir, bara svona hlýður í því sem ég segi og svona. Ok, geggjað. Og við ætlum að byrja á því, ég ætlum að sýna ykkur að maður ítir á nefið á henni, sjáðu. Mér finnst þetta dálítið fyndið. Ítt á hérna. Nei, sjáðu, svona. Ertu ekki með svona í hendinni? Ertu ekki? Af hverju ætti ég að vera með svona? Ég veit það ekki, ég var alltaf með svona. Af hverju er ég með svona? Mér finnst þetta gott, sko. Af hverju ætti ég að vera með svona íludæmi? Ég bara veit það ekki. Af hverju er með fáni í hárinu? Þú nefndur ekki að halda á hennu, það er rétt. En ok. Nú komið að því. Ok. Hérna erum við með spil og þetta er svona atriði sem ég búinn að vera að æfa dálítið lengi að reyna að gera. Ok, segðu stopp eitthvað stað til ég fer svona niður putan. Ok, sýndu þeim spilið. Ok, ertu búinn að sýna þeim það? Öllum? Ok, settu spilið henni niður. Svona. Þannig að spilið fer inn í bunkan. Stokkum aðeins. Svona. Halda bunkanum. Hitta aðeins. Ok. Ég nefnilega sko, sá einu sinni fyrir mér. Náum þessu utanum, fyrst utanum, getur þú sett hann svo aftur í? Þetta svo cool sko. Ok, hann getur gert það fyrir mig. Það halda að spila með hana, nei. Geggjað, ok. Settu spilin hálfan stokk í sikura hendina. Og það sem ég sá fyrir mér var að ég horfði einu sinni á sjónvarpi á gamlárskvöld. Og þá var þarna maður sem átti svona rosa fína konu í bikini. Og hún stóð upp eitthvað staur. Og hann tók einmitt boga með Oddi og hann skaut hann svona, Oddur, ok, hann skaut hann í gegnum epli ofan á hausinn á henni. Þannig að mér datt í huga að leika þetta atriðið eftir, en að því ég hef ekki boga, þá datt mér í huga að þú dróst spil. Ok, og það er eitthvað stær í stofnum að ef að þú myndir kasta, ekki strax, bara við teljum öll niður, sko, 3, 2, 1, ok, þá kastar hann. En allavega, þú kastar svona fyrir framan spjaldið og ég ætla að reyna að kasta hnífnum í spilið. Þú tekur í? Já. Já, en þú vilt samt frekar að ég miði meira ofarlega neðarlega, ekki? Þú mátt ekki kasta í andlitið? Nei. En svona, myndirðu frekar vilja andlit enn fyrir neðan? Eða bara svona... Já, nóg af systkinum sem geta haldið ættinu minni. Hann á nóg af systkinum, það er rétt. Vá. Ok. Ég er að segja ykkur að þessi sýning, hún gefur mér jafnvel meira en ykkur. En það er að segja að ég verð ekki handtekinn. Því að ég er að fara að kasta hníf í krakka hérna. Og skulle enginn reyna að stoppa mig, finnst mér líka alveg magnað, þannig að... Já, gerðu það. Herðu. Þarna er einhver sem þykir greinilega rosalega vænt. Ég veit, er þetta systkinið þitt? Nei, ok, vá. Þú stendur aðeins aftar. Svona, kannski aðeins nær, svona, já, ok. Ok.
Ok, það þá. Krakkar, ekki vera fyrir aftan því ef þetta fer í grasið. Já, hann frekar stórt skotmark, það rétt. Það þarf nú mikið til að ég fari fram hjá honum. Hvað ertu gamall eiginlega? 17. Ertu komið með bíl og alles? Ég kom með bílinn, ekki bílpróf. Ekki bílpróf, en bílinn. Já, ok. Þannig að þú hlustur á útvarpi í bílum á kvöldin og lagar hann? Nei, ok. Ok, eru þið tilbúin? Já! Já! Ok. Endum þetta bara. Það er bara, byrju. Það er þá bara 3, byrju. Ok. Og bara svona upp fyrir framann. 3, 2, 1, kasta! Byrju. Var þetta spilið? Þetta var spilið. Nei. Þetta var spilið. Nei. Herru, hana, high five. Gef honum góð klapp. Já. Herruðu nú mig. Þetta var seinasta atriðið mitt og það er bara búið að vera ótrúlega gaman að skemmta ykkur hérna í dag og ég veit oftast að ég á góða sýningu þegar það eru svona cirka jafn mörg í byrjun og í endanum. Þannig að þá hef ég staðið mér svona þokkalega. Þannig að já, eins og ég sagði áðan, þá heiti ég John Thomasson og töframaður og takk. Halló. Inga og Veðurguði hefur tafist aðeins en í millitíðinni viljum við minna ykkur á kaffisölu Kvenfélagsins og einnig það sem eru með bíla og hjól á bílaplaninu á milli Ásbyrgis og Skipavíkur að færa þau vegna þess að þar verður mótorhjólasýning á eftir. Og ekki fara neitt, því hann er alveg að koma.
Sama hvernig fer, stendur eftir staðreyndin að ég elska þig og því fær engin breytt. Sama hvernig var, ég gæti gefið annan séns einu sinni enn. Allt fyrir ástina, eina sem aldrei nóg er að. Mennirnir elska, fórna, veljast, þjást og sakna. Allt fyrir ástina, sama hvað lífið gæfi mér. Ég segði út með hatri, inn með ástina. Sá sem elskar mest, vonar allt og umber allt. Þó að svíkur þú sért, ég fyrirgef þér samt. Allt þitt jafn best og best, ég tekið gæt á herðar mér. Gerir hvað sem er, allt fyrir ástina, eina sem aldrei nóg er að. Mennirnir elska, fórna, veljast, þjást og sakna. Allt fyrir ástina, sama hvað lífið gæfi mér. Ég segði út með hatri, inn með ástina. Allt fyrir ástina, allt fyrir ástina, eina sem aldrei nóg er að. Mennirnir elska, fórna, veljast, þjást og sakna. Allt fyrir ástina, eina sem aldrei nóg er að. Mennirnir elska, fórna, veljast, þjást og sakna. Allt fyrir ástina, sama hvað lífið gæfi mér. Ég segði út með hatri, inn með ástina. Tíminn líður hratt á gervihnattaröld. Hraðar sér hvern dag, hraðar sér hvert kvöld. Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulum miðunum? Þú tekur kannski á mikið út úr gleðibankanum. Ertu fluga fyrir, nýstu allt í nút. Leggur ekkert inn, tekur bara út. Syndir þínar sem þú aldrei drýðir, sitt í þanganum. Óþestu tekk í gleðibankanum. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigi lítið gleðihús. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig á hvern sem er. Þú leggur ekki inn í gleðibankann tóman blús. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigi lítið gleðihús. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig á hvern
skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra að þú eigir lítið gleðihús. Hvort sé lítið lag sem gæti greipið mig og hvern sem Þú leggur ekki inn í gleðibakkann tóman blús. Every time you close your eyes, I can see the light that you're hiding, like a shadow in the sky, of an eagle's wing when it's gliding. Don't be afraid, I'm not gonna run away. Don't let it wait until it's too late for what you have to say. Open your heart, show me the pain. It's all part of who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Just open your beating heart to me. Everything you share with me turns a little darkness into light, and that is how we're meant to be. Truth will keep the light shining brighter. Open your heart, show me the pain. It's all part of who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Just open your heart to me. Reach out, I'm right by your side, exactly where I want to be. There's some of you in me, it's sweet. Open your heart, show me the pain, show me who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Just open your heart to me. Open your heart, show me the pain. It's all part of who you are. Tell me your dreams, your hopes and your fears. Let go and just show me who you Let go and just show me who you are. Þú þarft að segja mér, viltu gefa mér allt sem ég óska mér? Ég sé að þú varst einmana eins og ég. Já, hei, byrjum þetta partí. Hér er óskað eftir kynnum. Hvar eru stelpurnar? Loks hef ég tíma Alvör. til að segja allt eins og er í stað þess að þegja. Þú þegir ef þú þorir ekki að segja miklu meira. Þú ættir í raun bara að hlusta og heyra. Þú veist að vinur, þú þarft að fara að trúa á þig. Mundu samt að hlusta á mig ef ég segi þér og nú sé tími til að snúa við og finna síðan innri frið. Gerðu allt sem til langar til, ekki næstu því, ekki hér þig, ekki gefast upp og ekki hætta við. Því þá myndu vinna. Þá er komið að Ingo Viðar Guð en hann ætlar að taka nokkuð lög í tilefni dagsins. Bjóðum hann velkominn á svið.
Jæja, daginn. Herðu, jæja, við ætlum að taka hérna smá partí og áður en ég byrja þá þarf ég að vita rétt upp hönd sem eru góðir söngvarar. Ok, rétt upp hönd sem eru lélegi söngvarar. Ok, það er einhverjir. Rétt upp hönd sem eru góðir dansarar. Það eru margir góðir dansarar þetta. Og rétt upp hönd sem eru lélegi dansarar. Ok. Og rétt upp hönd sem eru í stuði. Það eru flestir. Og rétt upp hönd sem eru í fílu. Er enginn í fílu? Og hann er einn. Enginn fleiri. Og hann er einn líka. Það er ekki margir í fílu. Það eru fyrsta lagi sem ég ætla að syngja. Það heitir Sumargleðin. Og ef ykkur kann allt lagið Sumargleðin, þá fara hann að eiga gítarinn minn. Og þú átt nú, ok, þá gott. Er eitthvað sem heldur hann kunni allt lagið? Allt lagið Sumargleðin, sko. Allt lagið. Ok, ég ætla að fylgjast vel með og þið syngið með. Og vonandi er eitthvað sem að rugglast aldrei í laginu og syngur allt rétt. Ok. Hvar er sólinn? Það er svo kallt. Minnir á jólinn. Þjór út allt. Er búinn að leita en finn inni. Rigning og bleita. Ég fæ því breið. Ég hringi bróði minn. Já, sko, þetta er ekki alveg nú. Við þurfum að taka veðuguð miklu harra, sko. Þetta er svona aðeins eins og við vorum í fermingaveislu, sko. Ok, aðeins betur veðuguð. Ok. Ég hringi bróði minn. Ok, þetta var aðeins betra. Þetta var svona 7-5. Svo þurfum við að ná 10 núna. Bara mjög hátt. Ok. Ég hringi bróði minn. Þarna. Hann retta sólin og býti stuð. Við græjum meira að segja. Sólina til eiga. Akureyri Stykkis, Hólm Ísafjörð. Við syngjum Þetta sumar er okkar Sumargleðin er okkar Það er einhverjum byrjar að hoppa Við ætlum að taka smá hoppuleik á eftir Það ætla allir að hoppa Allir krakkar ætla að hoppa Brósi bað mig að redda sorg Veðurgussarar kom inn á ról Ég græja kistla og engin skýr Það verður veisla, þú veist að því Er orðið þreyttur að ferðast til Baham Já ég vil hafa gaman á skerinu Við Gummi Tóta og Viktor Viljum Njó Og sumrinu með kaldan í glerinu Allt upp á 10, lúki fötin 9 Grillið tjaldið svona er sumarið Syngjum nú saman, peppum sól og gaman Hendur upp í loft sem er í stuði Eiginlega allir sko Við syngjum Þetta sumar er okkar Sumargleðin er okkar Ok, hvaða krakkar ætlar að vera með í brjálaðadansinum? Ok, allir krakkar sem ætlar að vera með koma inn að nálægt sviðinu Það er að bætast við aðeins fleiri Ok, það er með að byrja á að standa upp, það er mjög gott Þeir sem er í mjög miklu stuði Vegna þess að þegar ég segi þá er ég að beygja ykkur alveg niður í jörðina Eins langt og við komist niður En þegar ég segi sumargleðin er okkar þá ætla ég að hoppa alveg brjálað og full að hoppa Ok, allir tilbúnir Þið megi líka vera með sem eru sitjandi þá þurfum við bara að standa upp þegar ég segi sumargleðin er okkar Ekki sumar okkar, þið þurfum að reyna að hlusta vel Eina sem þið heyrið er sumargleðin þá er það að hoppa og þá er það að beygja ykkur Ok, við syngjum Þetta sumar er Sumargleðin er okkar Hoppa hoppa Þetta sumar er okkar Sumargleðin er okkar Síðastur að setjast í fúllegg
Bara margir saman, það allt til að líka. Þetta var mjög gott, það mjög margir stuðboltar hérna og ég ætla að taka hérna núna næsta lag sem ég tek, það heitir Hann var besti vinur minn. Eitthvað sem heldur hann kunni það? Hann var besti vinur minn. Já, ég ætla að hafa smá keppni í því, stelpur á móti strákum, hverju syngja herra. Og ég held að stelpurna vinni. Hvað haldið þið, strákar? Ég ætla að kveikja á mælinum, ég með hávaðamæli sem ég nota. Ok, og það ok, þetta komið. Ok, það verður mælt, stelpur á móti strákum, hverju syngja herra. Og það einasta þið þurfa að syngja í laginu, það sem þið þurfa að kunna að syngja, það Hann var besti vinur minn, en nú hann farinn og ég finn engan annan eins og hann, þennan mann. Og svo þið núna í uppbytun. Hann var besti, en nú hann engan annan eins og hann. Ok, mjög gott. Svo í þessu þá verður keppni stelpur á móti strákum. Hlusti kæru vini, ég skal segja ykkur sögu eitt mann sem allir ætla að kannast við. Þið þekkið hennan bita, þið ættu öll að vita, hann miklu, miklu, miklu betri en þið. Ég sé hann oft á daginn og mér dreymir hann á nóttunni og hann byrtist ekki bara kút. Ég veit fullt af konum sem að sofa svo hjá honum út af peningum, fríum. Og svo þið saman, hann var besti vinur minn, en nú hann farinn og ég finn engan annan eins og hann, þennan mann. Allir búin að hita upp röddina, það var reyna að vera hás á eftir. Þið ættu öll að þekkja hann og ég ekki að blekja ég segja sem svalur eins og ís. Og réttu pönn sem svalur eins og ís. Og réttu pönn sem langar núna í ís. Og réttu pönn sem til að hlaupa þetta út í sjopp og kaupa þetta mér ís. Takk kærlega. Allir vinir mínir henni Stykkishólmi, sko. Og þó að hann sé tregur og ekki myndalegur, þá konan hans telja mega skvís. Og réttu pönn sem á vinkonu sem skvís. Og réttu pönn sem á frænku sem skvís. Og réttu pönn sem á kærustu sem skvís. Og réttu pönn sem á mömmu sem skvís. Og réttu pönn sem á pappa sem skvís. Já. Ég sé þau oft á daginn fara gangandi bæinn og þau leiðast sem menntaskóla par. Ég get ekki opnað blöðið því það nú meiri kvöðin en sjá minn. Og svo saman einu snarn. Hann var besti vinur minn, en nú hann farinn og ég finn engan annan eins og hann, þennan mann. Ok, hvort hefur að láta stelpur eða stráka byrja í söngvakeppni? Ég held ég sé bara sammála. Strákar, eru þið tilbúinir? Ok, það eru strákarnir sem byrja. Ég ætla að kveikja á tækinu sem mælir. Ok, strákar tilbúinir, glæsilegt. Ok. Ég má ekki vera með strákunum, sko. Það er bara yngri. Allir strákar tilbúinir. Hann var besti. Sjá þetta aðeins. Ok, vá. Það verður erfitt fyrir stelpurnar að ná þessu, sko. Ok, stelpur tilbúnar. Hann var besti. Þá skulum við skoða þetta. Fyrsta söngvakeppnin. Sælir. Strákarnir náðu 148 desibel. Það er bara, vá. Það er bara eins og heyrist í flugvélahreyfli, sko. Stelpurnar settu Íslandsmet 176. Þetta var rosalegt. Það voru líka tvær hana sem voru að öskra með svona skrækjum. Svona, alveg svona, ég næði ekki, sko. Nei, það sína mér eins og öskruðu svona, alveg svona. Já, voru það tvær hann, það er viðurkenna það. Ok, mjög gott. Það er viðurkenna. Er það ok? Nú ætla ég aðeins að aðtöða eitthvað sem heldur hann sé, eitthvað sem spilar á hljóðfæri. Ok, mjög gott.
Er eitthvað sem ætlar að vera kannski söngkona, söngvari eða fara í tónlist þegar þið vera eldri? Já, það eru margir. Ég er með próf núna. Þeir sem ná þessu sem ég er að fara að gera, ef þið náðu öllu, þeir eru tónlistasnillingar. Það eina sem þið þurfa að gera er að herma eftir mér. Ok, er allir tilbúnir? Þetta byrjar að vera mjög auðvelt og svo verður þetta mjög erfitt. Ok. Allir segja e-ó, 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 eri, eri-ó, eri, eri-ó, e-ó, e-ó, eri, 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 eri-ó, eri, 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 eri-ó, eri, 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 eri-ó, eri, 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 eri-ó. Hver náðu þessu síðasta réttu fönd? Ok, þetta var enda miklu betra en ég oft séð sko. Það voru frekar marg. Það var eitthvað sem viðurkennir hann datt út þarna á tímabilið. Það er bara enginn sem viðurkennir það. Það er eiginlega bara eintómi snillíkar hérna. Þetta var svakalegt. Nú ætlum ég að taka lag sem að heitir Í kvöld er gigg. Já, og ef ykkur kann það alveg utan að, þá þarf ég að, þá fáið þið bragðarefnast þegar þið hitti mig í ísbúð. Ef þið kunni lagið alveg, sko. Réttu benn sem heldur hann kunni það, mjög vel gert. Ég væri mjög glaður ef allir þessi kunni það, sko. En þið syngið það sem þið kunnið allavega. Í kvöld er gigg, inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint. En eitt kvöldið einn á stað, með gítarinn og ratturnar. Enga hugmynd hvernig þetta endar. Inn og út úr partíi, peninga og áfengi. Minningar sem langt best væri að henda. Allir sem að þekkja mig, segja mér að betra líf. Bíði en ég neita samt að lenda. Og í kvöld er gigg, inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint. Samdi lag fyrir löngu síðan, lifði á því í langan tíma. Vonandi þá gleymast gamlar syndir. Eitthvað nýtt á hverjum stað, mér fannst þið samt aldrei vera það. Skrítið oft að skoða gamlar myndir. Enginn sem að þekkir mig, hvetur áfram þetta líf. En á móti straumnum áfram, og svo þið. Í kvöld er gigg, inn á nýjum stað. Mjög gott. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint. Mun ég einhvern tímann finna, nósi komið og fara að vinna. Klukkan 9 og anga minnst í 4. Verður dag eitt vel þess virði, finna hús í Stykkishólmi. Eignast börn og segja þessa sögu. En ég má ekki hugsa það, ég verð að drífa mig af stað. Augnablikið er allt sem við höfum. Og í kvöld er gigg, inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og
kvöldi gigg inn á nýjum stað og fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. Takk fyrir! Ok, ég ætla að taka eitt veðmál núna. Ok, þið þurfa að ákveða hvort þið viljið vera með. Ef að ég vinn, þá þarf ég að gefa öllum sleikjó. En ef að þið vinnið, þá þurfa allir hérna að gefa mér eina pulsu. Pappiðin borgar bara. Ok, hverjir þóra að vera með í þessu? Rétta bönd. Ok, þetta er bara fyrir þá sem eru gáðaðir, sko. Er eitthvað þetta sem er vitleysingur? Það er alveg nokkrir. Þið verið bara að hvíla ykkur núna, sko. Ég þekki einmitt einn sem heitir líka á alveg vitleysi, sko. Ok, þá ætlum við að taka nefnilega lag sem er sko leikskólalag og er mjög auðvelt. En ég er með nýja reglu. Ætlum að taka höfuðherrinni og tær, en það er bannað að segja hné. Og sá sem segir hné, hann þarf að gefa mér 16 tómu pizzu, 2 lítra kók, blandi póka fyrir 500 og 2 Prins Polo. Bara pappiðin eða mamma græðir það. Ammaðin hlýtur að eiga peninga eða eitthvað. Ok, eru tilbúin í þetta? Það er bannað að segja hné, en þið verðið að syngja. Þið verðið að syngja lagið hátt og á fullu. Allir tilbúinir sem ætla að vera með. Réttu pönt sem verið ákveða fyrst sem ætla að vera með í þessu. Það er svona helmingurinn, það er mjög gott. Ok, allir tilbúinir. Þið verðið að syngja hátt. Það er eina reglan, en bannað að segja hné. Ok. Höfuðherðar. Strax eitthvað að ruglast, sko. Ok, byrjum búið nýtt. Syngið það hátt og fallega, aftur. Ekki segja hné. Höfuðherðar og tær. Höfuðherðar og tær. Herra! Höfuðherðar, herra! Það munaði svo litlu, þetta var síðasta, þá var eitthvað sem ruglaðist. Breytum þess aðeins, höfum þetta aðeins léttara, nú er ég að syngja lagið mjög lágt að þið verðið að syngja, en þið að reyna að öskra bara orðið hné, þetta er mjög erfitt. Ok, eru þið til? Öskra hné, bara, þess háttu við getið, en bara hné, ekkert annað. Ok. Hné! Og tær. Hné! Hné! Og tær. Hné! Ekki tær. Augu, heyru, munnur og nef. Hné! Og tær. Hné! Nei, þetta var svona pínu skrítið. En það voru einhverjir sem náðu þess alveg. Það voru einhverjir mjög snjallir. Já, þú sérstaklega góður, ég tók eftir því hana. Mjög vel gert hjá þér. Ég ætla að syngja eitt lag viðbót og í þessu lagi sem heitir Bahama þá er söngvakeppni krakkar á móti fullorðnum. Og ef að krakkar vinna þá þurfa mamma og pappa að gefa ykkur einn ís einhvern tímann helgina. En ef að fullorðni vinna þá þurfa krakkar hérna að fara heim, taka til í herberginu sínu og ryggsuga. Ef að fullorðni vinna. Það er bara svona, annars færðu engan ís, sko. Þú eru bara að velja hvort þú þorir að vera með í þessari keppni eða ekki, sko. Ok, þá syngjum við lagið Bahama og réttu bönd sem kann það utan að. Mjög gott, mjög gott. Nei, það er mjög einfalt lag. Ok, það byrjar svona. Já, þú kann það. Ok, hlusti bara á hana. Það byrjar svona. Síðan þú fórst hef ég verið með magakveisu. Þú skildir ekkert eftir nema þessa peysu. Verst finnst mér þó að núna ertu með honum. Veistu hvað hann hefur verið með mörgum konum. Svo farðu bara, mér er alveg sama.
Ég þoli ekki svona barnaskóladrama. Ég ætla að pakka í töskurnar og flytja til uppbytun Bahama. Ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Alla stelpurnar hér í bikini og ég búinn að gleyma peysubíkin. Ég laga hárið og sípast út, búinn að gleyma hvernig þú lítur út. Í spila vítinu kasta ég teningum, réttu pönt sem á hellinga peningum. Ok, kannski allir að setja smá klink hérna sem að ég tek svo með, sem eiga svona mikið. Ég bara með lán og vesen sko, þannig að endilega að setja hérna sem eiga svona helling. Nei, kemur bara í bankanum, það er gott hjá þér. Borga með einhverju korti frá þér sem ég tók alveg óvart og kórin núna til Bahama. Ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Bahama, ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Alla daga ég sitt hér í sólinni, minnuðu þess þegar ég var í Ólafsvík. Þú sagði mér þá að þrífa og kom, meðan í takinu af því tvo. Núna situr þú eftir í súpunni og frisk og einmanna alveg af púpunni. Og þennan söng hef ég setið þín og ég vona að ég fái kór. Og svo til Bahama, ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Bahama, ea Bahama, ea Bahama, ea Bahama. Ok, jæja. Hvort er að láta fullorðna krakka byrja? Eru þið viss um það? Er ekki betra að fullorðni byrja? Ég veit ekki. Ég ætla að spurja einhvern veginn sem er svona er einhvern veginn í 5. bekk. Ok, þið með ráðastöfu, hvort er fullorðnir eða krakkar? Fullorðnir, ok, þær mega velja. Fullorðnir byrja. Ok, ég segi Bahama og fullorðnir segi Eyja. Og ég fullorðni, ég minna á það, ef þið verið hærri en krakkarnir, þá þurfa krakkarnir að fara heim og taka til í herberginu sínu. Ok, ég segi Bahama og fullorðnir Eyja. Til Bahama, Bahama, Bahama. Og allir fullorðnir aftur til Bahama, Bahama, Bahama. Wow, ok krakkar, þetta var miklu betri. Ég bjóst við svona snemma á miðvikudegi. Þannig að krakkar, það verður erfitt fyrir ykkur að vinna þetta sko. Það var allir að standa saman hérna. Annars þurfa að fara heim að taka til í herberginu. Ef ekki þá fáið þið ís einhvern tímann um helgina. Það er ekkert drasl í herberginu hjá honum í gullupeysunni. Ekki þeim heldur. Það er gott að halda herberginu hreinu. Muna það. Ok, ég segi Bahama og krakka segja. Það er mjög mikið verið að veiðum. Það er verið að veiðum ís. Ok. Tilbúinu krakkar. Ég segi Bahama. Þið segi Eyja. Nú er ég að klára röddina. Til Bahama. 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 Til Bahama. 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 Herðu, þetta var þetta var í fyrsta skipti sem að gerist í þessu leik að eitthvað fyrir yfir 200. Þá voru krakkarnir í Stykkishólmi. Vel gert. Sem þýðir að þið er rétt svo unnuð fullorðna fólkið í hávaðakeppninni. En ég segi takk fyrir og klöppu fyrir öllu sem sungu með þetta og tóku þátt og góðan skemmtun á 17. júní og gleðilega hátíð. Takk fyrir mig. Kæru gestir, við þökkum fyrir samveruna og öllum þeim sem komu fram. Við minnum á að ókeypis aðgangur sé í sundlaugina sem er opinn til klukkan 6 og eins er ókeypis aðgangur í Svefnbæjarinn sem er opinn til klukkan 5. Mótorhjólaklúbburinn Griðungar ætlaði að hafa hjólin sín til sýnis á planinu milli Skipavíkur og Ásbyrgis.
Einnig viljum við minna á ratlegginn en hann er í gangi í allt sumar og hefst í golfskólanum. Núna hefst froðufjör í hótelbrekkunni, þar verða 2 rennibrautir, ein fyrir yngri og önnur fyrir eldri börn. Gleðilega hátíð og njótið dagsins.